Settur fundur í borgarstjórn Reykjavíkur þriðjudaginn 2. apríl og við förum í fyrsta mál á dagskrá sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukið lóðaframboð vegna þjónustuíbúða fyrir eldri borgara í Reykjavík og það tekur tillögu flytjandi borgarfulltrúi Kjartan Magnússon til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að kynna hér og fara nokkrum orðum tillögu okkar sjálfstæðismanna aukið lóðaframboð vegna þjónustuíbúða fyrir eldri borgara í Reykjavík. Og tillagan hljóðar svo: Borgarstjórn Reykjavíkur samþykkir að grípa til aðgerða í því skyni að auka lóðaframboð fyrir þjónustuíbúðir í þágu eldri borgara í Reykjavík. Í þessu skyni verði efnt til formlegra viðræðna við eftirtalin byggingarfélög eldri borgara og ef til vill fleiri, Búmenn húsnæðissamvinnufélag, Félag eldri borgara í Reykjavík og Samtök aldraðra. En svo við fallið út það svo fallið út kannski mér að kenna sjómannadagsráð / Hrafnista. Ég myndi þá kannski bæta því við tillöguna ef enginn hreyfir andmælum við því. Og tillagan skýrir sig að mestu leyti sjálf. Þegar að aldurinn færist yfir þá auðvitað ákjósanlegt að fólk eigi þess kost að skipta auðveldlega húsnæði, komast til dæmis úr stóru húsnæði í minni og hentugri einingar með góðum aðgangi að þjónustu og félagsstarfi aldraðra, húsnæði sem kannski hæfir fólki betur heldur en kannski stórt húsnæði sem margir búa í stóran hluta ævi sinnar. Nú, ég held að sé ekki hægt að segja annað en að Reykjavíkurborg sé að mörgu leyti framarlega í þessari þróun sem hefur verið á Vesturlöndum að bjóða öldruðum upp á marga búsetukosti. Mörg hundruð þjónustu og öryggisíbúðir hafa verið byggðar í Reykjavík á undanförnum áratugum. Þær hafa notið mikilla vinsælda á vegum eldri borgara og framboð yfirleitt verið minna heldur en eftirspurn. Og Reykjavíkurborg hefur sjálf byggt fjölda slíkra íbúða en það sem líka athyglisvert við þróunina hér það að byggingarfélög á vegum félagssamtaka aldraðra og sjálfseignarstofnana hafa ásamt borginni gegnt mjög mikilvægu hlutverki við byggingu slíkra íbúða og skila mjög góðum árangri í þágu alls samfélagsins. Ég tel svo til að í lok ársins 2008 þá hafi í Reykjavík verið séríbúðir fyrir aldraða á leigu- og einkamarkaði verið 604 talsins en svokallaðar þá virkniíbúðir, þjónustuíbúðir, öryggisíbúðir, félagsbústaða borgarinnar, félags eldri borgara og samtaka aldraða voru þá komin yfir 1000, voru þá kringum 1100 og öryggis- og þjónustuíbúðir hjá DAS og félagsbústöðum voru 500, þá rúmlega 500 talsins. Nú, þannig að þessum tölum þá má álykta að það búa fjölmargir eldri borgarar í húsnæði sem hentar þeim mjög vel og það rétt að hafa það í huga að slíkar íbúðir þær gera það auðvitað auka lífsgæði eldri borgara og það auðvitað margsanna mál að þær fækka innlögnum á sjúkrahúsi þessum aldurshópi og draga úr þörf fyrir kannski mun dýrari þjónustu í svokölluðum þyngri úrræðum sem borgin kemur auðvitað mjög að því að veita. Og þannig að þetta hefur að mörgu leyti verið mjög velheppnuð saga að baki þessum íbúðum. Nú, en það mikil spurn eftir þeim. Samtök aldraðra hafa ítrekað sótt byggingarlóðir undir þjónustuíbúðir hjá Reykjavíkurborg á undanförnum árum. Það voru nokkrar slíkar úthlutanir sem hér voru á síðasta kjörtímabili. Ég held ég fari rétt með þegar ég segi að það hafi engri slíkri lóð verið úthlutað til þessara félagasamtaka sem þó gegna mjög mikilvæg hlutverk í málaflokknum á þessu kjörtímabili en þau hafa öll að því mér skilst verið kurteislega minna á sig og hafa augastað á nokkrum lóðum sem ég hygg að allir hafi gert ráð fyrir að verði úthlutað til þessara nota í fyllingu tímans og þau
að minnsta kosti 3 af 4 félögum sem ég nefndi í tillögunni, þau eru bara að bíða eftir að fá lóðum úthlutað svo að þau geti haldið áfram. Nú nýjasta húsið sem með slíkum þjónustuíbúðum var tekið, það heitir Fagraberg og er við Hólaberg í Breiðholti, það var tekið í notkun núna fyrir áramót, byggt á vegum félags eldri borgara í Reykjavík. Nú húsbyggingarsaga þess félags er mjög merkileg, ég hvet borgarfulltrúa til að kynna sér hana eftir að hafa ekki gert það nú þegar, og eitt af helstu markmiðum þess félags er að stuðla byggingu öryggisíbúða fyrir félagsmenn og bjóða þeim eignaríbúðir til kaups á viðráðanlegu verði. Líka vegna þess að hér eignaríbúðir að ræða, þá er rétt að taka fram að í þeim tilvikum þar sem eignaríbúðir að ræða, þá er þetta að mestu útlátalaust af hálfu borgarinnar. Þessi félög og sjálfseignarstofnanir þær fá þessar lóðir á svokölluðu gatnagerðargjaldi. Þetta er gjarnan inn í grónum hverfum, þannig að kostnaður við að tengja þetta við lagnakerfi borgarinnar og annað er ekki mjög mikill. Og síðan byggja þessi félög og sjálfseignarstofnanir byggja síðan bara þessar íbúðir upp fyrir eigin reikning, þannig að borgin í rauninni er ekki að taka neina, í þessum tilvikum er borgin ekki að taka neina fjárhagslega áhættu og uppbyggingin er í rauninni henni að kostnaðarlausu. Hitt er síðan annað mál að félagsbústaðir borgarinnar kaupa gjarnan nokkrar íbúðir í þessum fjölbýlishúsum, eins og til dæmis í Fagrabergi þá kaupir félagsbústaðir, ég held að þessi í kringum 15 íbúðana fyrir þá sem þurfa þjónustu velferðarsviðs að halda, og þannig er tryggð ákveðin blöndun að minnsta kosti í því tilviki. Nú áður átti félag eldri borgara átti í samstarfi við verktaka byggingu þjónustuíbúða og ráðstafaði félagið 400 íbúðum með slíkum hætti frá árunum 1986 til 1998 og í velþekktum fjölbýlishúsum við Grandaveg, Skúlagötu, Hraunbæ, Árskóga og Eiðismýri. Þá var hlé á því að byggt var frekar vegum félagsins vegna þess að erfiðlega gekk að fá lóður hjá borginni, en síðan fékkst fyrirheitið fyrir Fagrabergi árið 2008. Nú er félagið búið að byggja það hús og það er verið afhenta þær íbúðir og forsvarsmenn félagsins þeir fullyrða mig að það sé næg eftirspurn og þess vegna geti neina að bíða með að byggja á fleiri lóðum. Samtök aldraðra hafa byggt 12 fjölbýlishús, glæsilega staðsett með sérhönnuðum íbúðum fyrir þörf eldra fólks með sameiginlegu þjónusturými til félagslegra athafna. Og Búmenn eru kannski nýjasta félagið þeim sem hér er nefnt og það er aðeins annað form, það eru ekki kannski eignarréttar íbúðir í þeim skilningi sem samtök aldraðra og félag eldri borgara hafa byggt eftir, heldur borga þeir sem eru í félaginu sem þurfa að vera þá ellilífeyrisaldri. Þeir borga ákveðið gjald sem heitir búseturéttargjald, svipar bara til góðs leigugjalds, og þetta konsept er vel þekkt erlendis frá, ekki síst á Norðurlöndunum og í Þýskalandi. Hefur gefið góða raun og ég hef ástæðu til að ætla að lóður af vegum þess, næstu lóðir eða pláss í slíkum þjónustuíbúðum verði mjög eftirsóttar. Þannig að hér er verið að stikla á stóru, það þarf alltaf að segja frá því, menn þekkja líka vel borgarfulltrúar allt það starf sem hefur verið unnið á vegum sjómannadagsráðs og á Hrafnistu af þessum málum. Hrafnista stendur kannski betur heldur en hinir þrír aðilarnir sem hér eru nefndir í tillögunni að því leyti að félagið hefur nú þegar fengið lóðafyrirgreiðslu, vilyrði eða lóðaúthlutun við Sléttuveg, er þar með 4 lóður yfir mannrétt og eru með mjög áhugaverðar hugmyndir uppbyggingu þar, bæði þá uppbyggingu á þjónustu í búðum en einnig á hjúkrunarheimili og þjónustu byggingu og þar sem öll þessi starfsemi verður fléttuð saman með mjög áhugaverðum hætti og þessi félög þau hafa reyndar verið að byggja annar staðar, sem það Hrafnista hefur verið að byggja annar staðar á höfuðborgarsvæðinu, svæði þessi víðfeðmt
en í betri stöðu en hinn félögin, þeir geta byrjað strax. En það var kannski rétt að þrátt fyrir að þeir hafi lóðaúthlutun eða lóða fyrirheit frá borginni, þá ef þið vilt rétt að ef það farið út í slíkar viðræður, að þá sé Hrafnista hluti af þeim, vegna þess að það þetta ákaflega mikilvægt að þessi þjónusta sé byggð upp svona í heildarsamhengi í borginni. Stundum heyrast raddir það að ekki sé æskilegt að byggja upp fjölbýlishús í stórum stíl fyrir aldraða ásamt þjónustu í slíkum kjörnum, og ég verð að segja, ég skil ekki alveg þá gagnrýni. Það jafnvel talað eldri borgara gettó í því samhengi. Þá skildum menn athuga að þetta leiðilega orð, eldri borgara gettó, þetta er innflutt orð kannski frá Flórída og ákveðnum borgum í Þýskalandi líka, það sem er verið kannski að tala að tugir þúsunda eldri borgara búi saman, tugir þúsunda, jafnvel hátt í 100.000, búi saman í ákveðnum hverfishlutum eða bæjarfélögum. Það er auðvitað svo langt frá því að slíkar aðstæður sé að koma upp hér í Reykjavík, vegna þess að ef maður lítur á hvernig þessum byggingum hefur verið dreift borgina og þjónustu fyrir aldraða, þá sjáum við það að henni hefur verið dreift mjög víða borgina. Borgin er með þjónustu í félagsmiðstöðum á 16 stöðum, ef ég man rétt, og fjölbýlishúsum fyrir aldraða hefur einnig verið dreift nokkuð borgina, en á síðustu 2 áratugum þá hefur verið eindregin ósk frá forsvarsmönnum þessara byggingafélaga eldri borgara að það verði myndaðir slíkir kjarnar og aukið við þá, til þess að auðvelda eldri borgurum samnýtti sín á milli og gera þeim þá betur kleift að sækja þjónustu sem ekki síst af borgarinnar. Og menn átta sig á því að eftir því sem kjarnarnir stækka, þá verður auðveldara fyrir borgina að veita betri þjónustu, og þetta verður líka hagkvæmara fyrir borgina. Það er að sjálfsögðu miklu hagkvæmara fyrir borgina að veita slíka þjónustu á færri stöðum heldur en fleiri, og við vitum að þessi þjónustu hún er ekki eins á öllum stöðum, en við sjáum að þar sem okkur hefur tekist að byggja upp kannski hvað stærsta kjarna, að þar er kannski þjónustan öflugust og fjölbreyttust. En hún er auðvitað á mörgum stöðum og verður það áfram, en ég veit að þessi byggingafélög sem hér eru nefnd og hafa þá öll nema Hrafnista, hafa þau, skilst mér, innilíkjandi lóðarumsóknir hjá borginni, að þau sjá held ég flest fyrir sér að geta staðið að uppbyggingu þá annarkvort í þessum kjörnum þar sem þetta er að bæta við eða nokkuð nálægt þeim, þannig að það verði svona minnst og kosti í göngufæri þá úr þessum húsum til þá í næsta þjónustusel á vegum borgarinnar. Nú, ég held að ég vona sjálfsög að þessi tillaga verði samþykkt. Ég átta mig alveg á því að það er ekkert hægt að þetta er tillaga sem er ekki útfærð hérna á staðnum. Ég held að það sé sjálfsagt að samþykkja þessa tillögu til þess að borgarstjórn gefi skýrlega til kynna að hún vilji auka lóðaframboð fyrir þjónustuíbúðir. Þegar maður heyrir í forsvarsmönnum þessara byggingafélaga þá heyrir maður að þarna er þörf fyrir hendi, og það vill svo heppilega til að þessar mundir þá er töluvert lóðir í borginni, töluvert lausar lóðir, þannig að það er ekki skortur eins og stundum hefur verið. Og svo sáum við bara í fréttum páskahelgina að byggingaiðnaðurinn, það er ekki mikið að gerast þar. Það eru fáar nýjar íbúðir reistar í Reykjavík, og jafnvel fréttir það að það sé ódýrara að kaupa notað íbúð en byggja, en þetta á hins vegar ekki við þjónustuíbúðir eldri borgara. Það fullar við með forsvarsmenn þessara byggingafélaga að það væri hægt að byggja, og það er kannski sjálfsagt að það sé svona skipulagt með einhverjum hætti í samvinnu borgar og þessara félaga, því að auðvitað viljum við ekki sjá offramboð, en ég hef verið fullvissur um það að það er ekki mikil hætta á offramboði á þessum markaði á næstunni. Það eru fjölmargir eldri borgara sem geta hugsað sér að fara í slíkar þjónustu íbúðir,
og öldruðum fer síðan fjölgandi. Þannig að ég held að borgin hafi alltaf að vinna í þessum málum. Það er lítið að gerast á byggingamarkaði með slíku útspili borgarinnar, með því að auka lóðaframboð, finna þessar lóður eru fyrir hendi, það þarf bara að finna þær og úthluta þeim í góðu samráði og svona með einhverja heildarhugsun að leiðarljósi. Þá held ég að þá getum við slegið margar flugur í einu höggi. Það sem þetta skiptir mestu máli, við getum aukið lífsgæði margra eldri borgara sem kannski bíða eftir því að losa sig út úr núverandi húsnæði og komast í góðar þjónustuíbúðir eða öryggisíbúðir. Við stuðluðum að sparnaði kannski í heilbrigðiskerfinu og öldrunarkerfinu með því að leggja áherslu á að fólk geti, meðan það getur, þá nýti sér þessa kosti sem eru ódýrari fyrir hið opinbera og þá er hægt að nota peningan í annað. Og svo að sjálfsögðu tökum við þátt í því með þessu að koma vonandi hjólum atvinnulífsins betur af stað heldur en gert hefur verið, og það held ég að sé vilji allra borgarfulltrúa. En ég hlakka til að heyra umræður þessa tillögu og það er snerta með brýnan málaflokk sem ég held að við mættum gjarnan ræða oftar í borgarstjórn. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá er næstur á mælendaskrá borgarfulltrúi Þorleifur Gunnlaugsson. Forseti, borgarfulltrúar. Ég þakka borgarfulltrúum Sjálfstæðisflokksins fyrir að taka lóðaframboð fyrir þjónustuíbúðir aldraðra hér á dagskrá. Að mínu mati er tillaga borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar mikilvægt innlegg í fyrirkomulag húsnæðismála borgarinnar til framtíðar og mér finnst því eðlilegt að tillögu borgarfulltrúans verði vísað til þverpólitísks starfshóps sem að núna útfærir stefnu borgarinnar í húsnæðismálum og á samkvæmt erindisbréfi að skila fyrstu tillögum núna í júní næstkomandi. Í þessari stefnu sem húsnæðisstefnu borgarinnar til 2020 sem samþykkt var að með minni samhljóða seinniparts árs 2011 segir í tillögu 2 með leyfi forseta: Sérstakur stuðningur í formi lóðaúthlutana verði endurskoðaður þannig að húsnæðissamvinnufélög og félagasamtök sem munu bjóða upp á leigu og búsetturéttar íbúðir á viðráðanlegum kjörum ætluðu ungu fólki og tekjulægra fólki fái forgang í úthlutun lóða að uppfylltum þeim skilyrðum sem Reykjavíkurborg setur. Ívitnun lýkur. Í greinargerð með samþykktinni segir að löng hefð sé fyrir því að Reykjavíkurborg úthluti lóðum til félagasamtaka sem byggja fyrir námsmenn, aldraða og fatlaða á kostnaðarverði, en borgin þurfi hins vegar að forgangsraða hverjir fái slíkar lóðir, enda takmarkaða auðlind að ræða, það er að segja lóðaframboð. Og í greinargerðinni segir einnig að mest þörf sé á ódýrara húsnæði fyrir yngra aldurshópa og þó tekjulægri. Margir aldraðir hafa unnið hörðum höndum að því að tryggja sér gott ævikvöld og þá skiptir öryggi í húsnæðismálum að sjálfsögðu miklu máli. Þeir sem hafa keypt flest kaupa á þjónustuíbúðum vegum félagasamtaka eru flestir ánægðir. Það er talað um öryggi og húsreglur sem tryggja frið og ró og víða er síðan gott aðgengi að félagsstarfsemi borgarinnar. Aðrir vilja hins vegar búa í blönduðu samfélagi sem út í hverfunum og hvoru tveggja eigum við að styðja og hlúa að. Aukin félagsleg heimaþjónusta, heimahjúkrun og umbætur í aðgengi auka á valkostina. Að mínu mati þarf að forðast staðarýmyndir þegar rætt aldraða jafnt sem öryrkja og námsmenn. Sérstaklega þarf að hafa þetta í huga þegar rætt félagslega stöðu.
Efnaleg staða einstaklinga innan þessara hópa getur verið allt frá því að vera mjög slæm í það að vera mjög góð og það sama gildir möguleika í húsnæðismálum. Aldraðir töpuðu miklu í hruninu og óhætt að fullyrða að fátækum hefur ekki síður fjölgað meðal aldraðra en annarra. Þetta segir okkur það, ágætu borgarfulltrúar, að þeir úr þessum hópi sem ekki geta eða eiga erfitt með að sjá sér farborða í húsnæðismálum fjölgar og vandi þeirra sár. Tillaga borgarfulltrúa Kjartans Magnússonar fjallar fyrst og fremst vanda þeirra sem verða í eignaríbúðum og þá kaupréttaríbúðum og að sjálfsögðu þurfum við að leysa vanda þeirra. En það skiptir ekki minna máli að leysa vanda þeirra tekjulægstu og röðum aldraðra. Eins og borgarfulltrúi Kjartan Magnússon minntist á þá reka félagsbústaðir í samvinnu við velferðarsvið 300 leiguíbúðir fyrir aldraða. Þar njóta leigjendur húsaleigubóta sem staðið hafi stað síðan í maí 2008 og meðan húsaleigun hefur hækkað 40%. Húsaleigubætur hafa stað síðan í maí 2008 utan 1.700 kr. hækkun sem kom núna 1. janúar en á sama tíma hækkaði húsaleiga 150 kr. húsaleiga 2.040 kr. Biðlistar eftir félagslegu húsnæði fyrir þann hóp að lengjast og áramót var beðið eftir 283 þjónustuíbúðum. Það segja að þeir sem höfðu rétt á þjónustuíbúðum, það beðið eftir 200. Það beðið eftir álíka mörgum þjónustuíbúðum, leiguíbúðum og eru nú þegar til staðar. Þetta þarf að hafa í huga þegar húsnæðismál aldraðra rædd leið og við tökum vel í viðræður við búmenn, félag eldri borgara, samtök aldraða og sjómannadagsráð. Og borgarfulltrúi Þorleifur Gunnlaugsson lokið máli sínu og þá Dagur B. Eggertsson, borgarfulltrúi næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil byrja því að þakka fyrir þessa tillögu húsnæðismál aldraðra og ágæta framsögu með henni og ekki síður ágæta ræðu borgarfulltrúa Þorleifs Gunnlaugssonar til að bregðast þar við og það rétt sem hann nefndi að í þeirri stefnumótun í húsnæðismálum sem að samþykkt var fyrir skömmu að þá var það mat hópsins að þörfin væri brýnust hjá þeim sem yngstir væru og stæðu höllustum fæti á húsnæðismarkaði. En það ekki þar fyrir að í þeim hópi sem að störfum og á að skila tillögum húsnæðismálin að þá eru málefni aldraðra eða húsnæðismál þeirra sannarlega líka undir. Fyrir tæpum 2 árum síðan var tekið saman sérstakt minnisblað húsnæðismál aldraðra sem meðal annars var horft til í hópnum stefnumörkun í húsnæðismálum. Minnisblaðið dagsett 17. maí 2011 og þar í fyrsta lagi rakin skilgreining á húsnæði fyrir aldraða sem að borgin styðst við. Í fyrsta lagi þetta íbúðir fyrir eldri borgara sem njóta almennrar heimaþjónustu og eru ekki sérgreindar hvorki skipulagi né í uppbyggingu að segja má. Í öðru lagi eru það þjónustu íbúðir sem að nefndar eru hér í þessari tillögu og þar svokallað þjónustustig 2. En þetta eru klasar íbúða þar sem gætt hefur verið að aðgengis- og öryggismálum, svo sem með lyfjum, handriðum, breiðum göngum, öryggistúkum og gólfum og svo framvegis. Innan gengt í félags- og þjónustumiðstöð þar sem meðal annars aðstaða fyrir starfsfólk til að skipuleggja og veita þjónustu og aðstaða fyrir íbúa til að sinna félagsstarfi. Þarna starfsfólk til staðar á daginn og sólarhringsvaktþjónusta. Tillagan sem hér verið að flytja fjallar því væntanlega þessar íbúðir eða þá öryggisíbúðir sem eru þriðja gerðin, en það eru klasar íbúða þar sem gætt hefur verið aðgengis- og öryggismálum, þeim atriðum sem nefnt var að ofan, en jafnframt sólarhringsþjónusta með aðgengi að vaktþjónustu hjúkrunarfræðings.
Í minnisblaðinu er síðan rakið í raun framboð á íbúðum í hverjum flokkjum sig og þjónustuíbúðir þar alveg sérstaklega. Það hafa árum saman verið biðlistar eins og hér hefur verið nefnt, en það hafði verið þá fækkun á þeim biðlistum ár frá ári. Og það sem þarf að skoða núna er hvort að þar sé að verða breyting á. Það framboð sem tilgreint er væntanlega framboð sem tilgreint er í þessu minnisblaði og hér var rakið ágætlega, þar að segja byggingin upp í Fellahverfi á vegum Félags eldri borgara og aðrar byggingar sem bæst hafa við að þær þarf að kortleggja, en það getur líka verið að það sé eðlilegt að kortleggja þá uppbyggingu af svipuðum toga sem hefur átt sér stað í nágrannasveitarfélögum. Til dæmis sendi kunnáttumaður í fasteignaviðskiptum mér þær upplýsingar fyrr í dag að 105 íbúðir eru á sölu á Norðurbakkanum í Hafnarfirði og þetta geta allir flett upp á fasteignavef MBL með því að slá í Norðurbakki og þá kom upp 105 íbúðeiningar. En niðurstaðan í minnisblaði velferðarsviðs frá maí 2011 var sem að sú, með leyfi forseta, að á grundvelli þeirra upplýsingar sem liggja fyrir og áherslum í þjónustu við aldraða er hægt að álykta að ekki sé brýn þörf fyrir frekari uppbyggingu þjónustuíbúða eða sérhannaðra íbúða fyrir eldri borgara að svo stöddu, tilvitnun lýkur. Mér finnst skynsamleg málsmeðferð sem að borgarfulltrúi Þorleifur Gunnlaugsson nefndi að vísa tillögunni inn í húsnæðishópinn sem er að vinna innleiðingu húsnæðisstefnunnar. Þar verði kallað eftir uppfærslu á þessu minnisblaði hvort að þetta mat velferðarsviðs sé ennþá það sama. Það er alveg rétt sem kemur fram hjá tillöguflytjenda bæði samtök aldraðra, búmenn og fleiri eiga inn í formlegar umsóknir og það er án efa rétt hjá framsögumanni að áhuginn er víðar. Þær lóðir sem við höfum úr að spila eru nokkrar en við verðum auðvitað að geta þessi hverju sinni að nýta þær þeim hópum sem að búa við brýnustu þörfin og við vitum, kunnum auðvitað dæmi þess að þegar byggðar íbúðir eins og til dæmis upp í Eyrborgum eru ennþá tómar og hafa verið lengi og hafa verið bæði rekstrarlegt vandamál og svona fjárhagslegt vandamál fyrir Eyr. Þannig að yfir þetta þarf að fara. Við gerum það eins og að með mjög opnum huga. Það getur vel verið að það sé skynsamlegt að úthluta lóðum vegna húsnæðis fyrir aldraða. Kannski almennar íbúðir, kannski þjónustuíbúðir, kannski öryggisíbúðir. Það er annar þáttur sem þarf þá að fara yfir. Kannski eignaríbúðir eins og tillöguflytjandi nefndi eða leiguíbúðir. Ég held við eigum að styðjast við ráð velferðarsviðs að þessu leyti og svo kortlagning sem var unnin fyrir 2 árum ber með sér að það ætti að vera tiltölulega fljótlegt að uppfæra þetta og eins og hér hefur verið minnt á þá á húsnæðishópurinn að skila mitt þetta ár og umfjöllun þetta verður þá hluti af því. Og legg ég því til að tillögunni sé vísað í stýrihópum innleiðingu húsnæðisstefnu borgarinnar. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Þá ekki fleiri hvatt sér hljóðs undir. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka fyrir þá umræðu sem fyrir hér fram þessa tillögu. Nokkrar athugasemdir, það er alveg rétt sem kemur fram hjá þeim sem hér á undan með töluðu að það er auðvitað ekki verið að taka á öllum málum allra. Þarna fyrst og fremst verið að tillagan felur því sem þarna sé fyrst og fremst verið að koma á móts við þá þörf sem sannarlega er fyrir hendi hjá þessum byggingafélögum eldri borgara og sum þeirra, eða flest þeirra, þau eru með eignaríbúðir. En ég vil líka minna á það að
þau þjóna ekki bara tekjuháum einstaklingum, þau þjóna líka tekjulágum, bæði með því að margir af þeim sem eru tekjulágir, þeir eiga þrátt fyrir allt skuldlausar eignir eða næstu því skuldlausar eignir sem í mörgum tilvikum dugar fyrir ódýrri þjónustuíbúð hjá þessum aðilum. Þannig að það er alls ekki þannig að þarna sé endilega einhver tekjuhár hópur. Við sjáum það þegar við sjáum hverju kaupa þessar íbúðir að það er fólk úr öllum stéttum, öllum hópum þjóðfélagsins. Nú líka er það þannig að Búmenn, sem er einnig systurfélag Búseta, er með ákveðna aðferð við að byggja og reka húsnæði sem kemur mörgum hópum til góða, ekki síst hinum tekjulágu. Nú þá hefur borgin veitt fjölmörgum tekjulágum ellilífeyrisþegum úrlausn sinna mála með því að gera þeim kleift að flytjast inn í íbúðir sem félagsbústaðir kaupa í þessum fjölbýlishúsum sem þó eru reistar af einkaaðilum. Og ég held að sé alltaf að tala um einkaaðila vegna þess að þetta bæði félag eldri borgara og samtök aldraðra. Þetta eru félög sem eru ekki rekin með hagnaði að leiðarljósi. Það er ég held að sé einhver svona hóflegur hagnaður af hverri íbúð sem rennur beint inn í félagið til þess að byggja aðrar íbúðir. Þannig að þarna er ekki það að ræða að þarna sé einhver einkaaðili sem sé að taka peninga út af rekstrinum. Og ég held að þegar við sjáum þessa miklu uppbyggingu sem er orðið á vegum þessari félaga á undanförnum áratugum, þá held ég að við sjáum að við séum komið með, þetta sé bara mjög góð aðferð sem hafa komið fjölmörgum til góða. En ég skal eins og ekki draga úr því að þrátt fyrir að öll þessi góðu byggingafélög séu að störfum, þá kann eftir sem áður að vera þörf fyrir það að borgin haldi áfram að reisa slíkar þjónustuíbúðir og sjálfsögðu er það fólk sem uppfyllir ákveðin skilyrði sem fer inn í þær og flestir þeirra eru þá tekjulágir. Ég held að þetta er bara samspil margra aðila og auðvitað hefur borgin, ég held að þær íbúðir séu nær 400 sem hún hefur reist, auðvitað það er stöðugt þrýst á borgina, meðal annars af aðilum úr þessum samtökum það að borgin megi ekki láta sitt eftir liggja við að kaupa slíkar íbúðir sjálf, þannig að hinum tekjulægstu sé líka sinnt með þeim hætti. Og ég vil aðeins leyfa mér að vera ósammála Degi B. Eggertssyni, borgarfulltrúa, að ég gæti ekki skilja orðans öðruvísi en þannig að það væri ekki brýna þörf að ræða og vísa hana meðal annars til þess að það væru 105 íbúðir á sölu í Hafnarfirði, þjónustuíbúðir, og ég vil þá bara segja og flestir ættu að vita það sem þekkja eldri borgara eða gamalt fólk, að þetta fólk getur verið mjög fastheldið á búsetu og það á sjálfsögðu að vera metnaðarmál okkar Reykvíkinga, borgarstjórnar Reykjavíkur, að gera fólki kleift sem hefur kannski alið allan sinn aldur í Reykjavík eða hluta ævi sinnar og kann bara mjög vel við sig hér, að gera slíku fólki kleift að búa áfram í Reykjavík. Og mér finnst það einhvern veginn ekki vera koma vel út að borgin afsaki eigið aðgerðarleysi í þessum málum með því að benda á að það séu til íbúðir í Hafnarfirði eða Þorlákshöfn eða Hveragerði, eitthvað slíkt. Borgin á að leggja metnað sín í það að tryggja að slíkar íbúðir séu til reiðu í Reykjavík, ekki síst þegar þessir aðilar vilja byggja og eru tilbúin að sýna okkur fram á það að þeir geta selt þessar íbúðir. Í mörgum tilvikum þá hafa þessi hús verið selt nánast áður að hefur verið byrjað á þeim. Og sjálfsögðu þarf líka að gæta því, ekki skal ég draga úr því, auðvitað þarf að vera einhver heildarhugsun í þessu og borgin þarf að gæta þess að það sé ekki byggt of mikið þannig að menn verði fyrir skaða af. En ég held að það sé mjög auðvelt að stýra því. Þessi tillaga er einmitt lögð fram með það í huga að borgin geti fylgst með þessu, hún setji sig í betra samband við forsvarsmenn þessara félaga, einmitt með það í huga að stýra uppbyggingunni þannig að hún fari fram með skynsamlegum hætti en ekki einhverju óðagoti. Nú, það er kannski ágætt þessi hópur lítið á þessi mál. Ég hefði samt
Ég myndi samt kjósa sko að óska eftir því að tillagan yrði samþykkt. Þetta góð tillaga. Ég held að í sjálfu sér geti menn algjörlega samþykkt hana. Það er engar tölur hérna inni, það ekki nefndarinnar tölur hvað þetta þurfa að vera margar íbúðir. Við vitum að það skortur, það hlýtur að vera æskilegt að eyða skortinum. Þannig að ég myndi telja að besta afgreiðslan á tillögunni væri sú að hún væri samþykkt og svo væri henni vísað til þessa stýrihóps í húsnæðismálum og myndi óska eftir að það yrði gert. Mér finnst að borgarstjórn Reykjavíkur, hún geti og eigi að samþykkja slíkar tillögur. Það eigi bara að vera hlutverk borgarstjórnar, en borgarstjórn eigi ekki vera sífellt í því hlutverki að einhvern veginn að vísa málum annað eins og það sé eitthvað sérstakt keppikefli að fá tillögur ekki samþykktar í borgarstjórn, sérstaklega ef það eru tillögur sem minnihlutinn leggur fram. Þannig að ég myndi eins og ég segi, ég bara þakka fyrir góð orð í garð þessarar tillögu. Mér finnst bara gott mál að þessi stýrihópur húsnæðismál skoði hana og taka hana kannski með einhverjum hætti til afgreiðslu, en ég myndi samt telja að það væri betur á því að tillagan væri samþykkt með skýrum hætti og síðan vísa til hópsins. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu og þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson óskað eftir því að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vil fyrst og fremst hnykkja því að ég lagði borgarfulltrúin út af orðum mínum að ekki væri brýn þörf fyrir frekari uppbyggingu þjónustuíbúða eða sérhannaðra íbúða fyrir eldri borgara. Hér var ég fyrst og fremst að lesa beint tilvitnun úr greiningu og minnisblaði velferðarsviðs frá dagsettu 17. maí 2011. Ég tók hins vegar skýrt fram að það geti verið ástæða til að fara aftur yfir þetta mat og uppfæra minnisblaðið og það væri réttur vettvangur að gera það í hópnum innleiðingu húsnæðisstefnunnar. Fyrr getum ekki svarað því hvort það sé rétt að samþykkja tillögu úthlutun lóða til uppbyggingu íbúða í þágu eldri borgara, ekki satt. Þess vegna ítreka ég þá málsmeðferðartillögu að tillögunni sé vísað til húsnæðishópsins. Þá hefur borgarfulltrúi Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon óskað eftir því að taka til máls. Forseti, góða borgarfulltrúar, ég bara ítreka það sem ég sagði hér áðan, mér finnst meiri myndarbragur að því að borgarstjórn bara setti sig sjálfinn í málið og taki þess ákvörðun. Það verður alveg sársaukalegt á okkar hálfu þó að ef allir borgarfulltrúar hafi ekki kynnt sér málið, kannski við páskana, þá er það ekkert mál mín vegna eða okkar vegna að tillögunni sé bara frestaði með tund svo menn geti sett sér í málið, en ég myndi vilja hvetja þá sem sagt borgarfulltrúar til að setja sér í málið og taka ákvörðun í því sem borgarstjórn, en ég skil ekki alveg að það sé vera vísinni til einhver stefnumótunarhóps. Ég held að allir sem kynnir sér málið, það tekur ekki marga daga að sjá að það er ákveðin þörf. Þessi byggingafélög, þau hafa sótt lóðir, þau hafa óskað eftir viðræðum við borgina, það hefur gengið mjög treglega. Mér finnst bara miklu nær að borgarstjórn þá reki þetta sliðruorð af sér, setji sig bara inn í þetta mál sem er mjög einfalt eða minnst hvort þetta kynna sér nokkrum dögum. Svo sé það bara samþykkt á annarkvort þegar bara satt í á að nei að verða að eyða þessum skorti sem er á lóðum fyrir eldri borgara eða ekki. Ég verð að segja að mér finnst það bara heppilegra að það sé farið þannig að þessu máli, það sé tekin það ákvörðun í borgarstjórn, en því sé ekki vísað eitthvað inn í kerfið og við höfum ekki hugmynd hvernig það kemur tilbaka eða með hvaða hætti. Þá hefur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon lokið máli sínu. Þá ekki fleiri hvatt sér hljós undir þessum dagskrárlið og þá ber ég það upp við borgarstjórn að vísa tillögu borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins aukið lóðaframboð vegna þjónustu íbúða fyrir eldri borgara í Reykjavík til meðferðar inn í starfshóp innleiðingu húsnæðisstefnu Reykjavíkurborgar. Þeir borgarfulltrúar sem samþykkja það vilja gefa merki. Einhver á móti. Það telst við samþykkt og fulltrúar Sjálfstæðisflokksins áskilur sér rétt til bókunar. Við förum í annan